ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Hey man, who's that cat coming down the street? I don't know, but it sounds to me like that's just a man with the... Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 9:30 og það er 23. febrúar núna fyrir þá sem ekki vita og eru kannski að hlusta á þetta eftir á. En nú er ég komið á línuna, við erum komin í körfuboltan og helgina fór fram mikil veisla í körfuboltanum og á línunni komið formaður Körfuknattleikssambandsins sem hefur væntanlega búin að vera allt í öllu núna alla vikuna, síðustu viku og kannski er hann byrjar að slappa hans af núna. Komdu blessa á Sæll Hannes. Sællvinur, jú. Það er búið að vera líf og fjör, bara eins og að vera. Já, og þið fóruð þarna tóku þetta heilli helgi með yngri flokka líka núna í sömu höllinni. Já, þetta var, við ákvaðum að prófa þetta og tókum ákvörðun í fyrra að prófa að gera þetta svona, að taka yngri flokkana alla með meistaraflokkunum í Laugardalshöllinni. Þetta er svona pínu skipulag sem þarf við þetta vegna þess að þarna verður þá 3 daga hátíð. Við þurftum að byrja með yngri flokkana á föstudaginn og laugardaginn og svo endaði gerð með það og svo með meistaraflokkuna einnig á laugardaginn. Þannig að þetta var svona pínu skemmtilegt púsluspil sem við þurftum að gera, en svo sannarlega tókst það vel því að þessi Powerade bikarhelgi hjá okkur, hún var bara frábær í alla staði, tókst vel og ég held að þetta sé svona eitthvað sem að verði komið til með að vera hjá okkur því að við fengum óbúslega mikið af jákvæðum og góðum viðbröðum. Að sjálfsögðu, aldrei allir sammála, einhverju svona vildu halda þessu öðruvísi af yngra flokkunum annari helgi en frá meistaraflokkunum. En þannig erum við að gefa nefnilega krökkunum okkar tækifæri sem eru upprennandi stjörnunum okkar að tækifæri að spila við nákvæmlega sömu aðstæður og meistaraflokkanir. Þannig að fá þau öll að sömu umgjörðina, allt eins og bara rosalega gaman og eins og ég segi, við fengum óbúslega mikið að jákvæðum viðbröðum við þessu og hvött til að halda áfram að hafa þetta svona og þetta er náttúrulega bara körfuboltahátíð, þetta var bara körfuboltahátíð í 3 daga og rosa gaman. Og það var þetta er náttúrulega kannski skemmtilegast eins og fyrir yngri flokk að fá að spila í höllinni svona úrslita leiki og jafnvel sérstaklega fyrir þau lið kannski sem voru að spila á laugardeginum þegar meðan hinu leikinu, meistaraflokksleikinu fóru fram. Já. Það er alveg bara algjörlega þannig og það var í rauninni á föstudeginum og laugardeginum, sunnudeginum, þetta var allt sama umgjörðin þótt að meistaraflokkarnir eru á laugardeginum og græðir yngri flokkar, umgjörðin var alls svo sama og þannig að þetta var bara fyrir alla held ég bara mjög gaman og náttúrulega leikinu voru í beinni á Sport-TV hjá yngri flokkunum meðan að hinnir voru í beinni á RÚV hjá meistaraflokkunum og og eins og ég sagði, þetta var bara líf og fjör og mikið gaman og gaman að vinna þetta bara með öllum félögunum sem að koma því það voru ansi mörg félög sem náttúrulega koma að þessu bæði yngri flokkum og meistaraflokkunum og svo má náttúrulega ekki gleyma öllum þeim fjölda sjálfboðaliða sem kom nálægt þessu helgina, gerði þetta veruleika hvað hægt er að gera og það er nú fyrir okkur í körfuboltahreyfingunni allri og íþróttahreyfingunni, við erum nú svo heppin eiga mikið á góðum og öflugum sjálfboðaliðum sem að leggja mikið á sig til þess að allir hlutinni gangi upp og það var svo sannarlega þannig helgina. Þarna var löng 3 daga helgi og allir lögðu sitt á mörkum að láta hlutinni gangi upp alveg frá bara því að moppa gólfið eða vera í sjoppunni eða þrífa stúkuna eða bara hvað sem er. Við kom, kynna leikina og allt sem var. Allt voru 10 sjálfboðaliðar sem voru störfum með okkur helgina sem gerði þetta veruleik og þeir eiga stóran þátt í því hversu vel þetta tókst, það voru sjálfboðaliðarnir. Og það skemmtilega við svona, úrslitahelgi í körfinu og því Körfuknattleikshreyfingunni er nú þekkt fyrir það að hvað eru margir sem koma að bara í öllum félögum í sjálfboðavinnu. Já, og það er það sem er bara skemmtilegt og eins og ég var að segja á þann að þetta svona helgi, svona viðburði verði ekki hægt að hafa nema með öllum þessum fjölda sjálfboðaliða og áhuga manna á eldhuga fyrir íþróttinu okkar sem að koma og leggja sitt á mörkunum og gera þetta veruleika. Það er þeir eiga þakkina skildar fyrir að leyfa okkur hinum að njóta allra þessara skemmtilegheita sem voru helgina. Og svo náttúrulega leikmannana, þjálfarana, dómarana og allra sem að spiluðu leikina sem að var náttúrulega rúsinin í pilsuendanum, konfektuna og allt saman, allir þessi fjöldi. Við vorum með 11 bikarúrslita leiki og auðvitað eru meistaraflokkarnir svona kannski toppurinn á þeim ísjaka en að vera með 11 bikarúrslitaleiki á þessum dögum eins og ég sagði áðan og búin að segja nokkrum sinnum í þessu símtali bara frábært, mikið gaman, mikið fjör. En það var svona þvert á spá kannski spekinga hvernig meistaraflokksleikinni fóru í bikarúrslitaleikjunum? Já,
Það alltaf gaman, það nú það gaman við við, hvað maður að segja, við spádómskúluna og alla þá miklu spámenn og snillingar sem alltaf að spjallum hlutina fyrirfram og það bara partur af þessu öllu, það einmitt að geta sér til hvernig hlutinni fara og jú, það má eiginlega segja það, þetta hafi farið svona kannski báðir bikarúrslitaleikirnir hafi hjá meistaraflokkunum hafi kannski verið svona spátna voru meira með liðunum sem að töpuðu í báðum leikunum, það er nú bara þannig, en þetta nú það sem líka beauty við fegurðin við okkar frábær íþrótt í körfubolta, það hvað hlutinni geta gerst og geta gerst eins og maður segir, dálítið hratt og þetta var bara æðislega gaman, bara öll helgin og það nú líka það auðvitað alltaf leiðilegt að tapa eins og ég sagði áðan, við erum með 11 bikarúrslitaleiki í öllum flokkum og þeir allir sem eru komnir vilja náttúrulega vinna en silfurliðunum finnst stundum súrt og eðlilega, það súrt að fá silfur eftir svona en það eru ansi margir sem myndu vilja standa í þeim sporum eins og fjöldi þeirra leikmanna, þjálfara og annara sem að þessu koma við helgina að vera einmitt staddur í því að spila bikarúrslitaleik í Laugardalshöll þannig að þau allir sem tóku þátt helgin eru sigurvegarar, ekki bara bikarmeistarinn heldur líka þeir sem voru í öðru sæti og voru unnu silfrið, þetta eru líka sigurvegarar að vera að spila í Laugardalshöll í bikarúrslit, það er sigur. En það er svolítið gaman að sjá eins og hvaða lið voru þarna bikarmeistarar helgin eins og í yngri flokkum að það voru náttúrulega Suðurnesjaliðin að venju alltaf með sterka yngri flokka og svo eru Hafnfirðingar, Haukarnir, þeir virðast vera að koma með rosalega öflugt yngri flokkastarf. Já, og það sýnir líka bara í rauninni hvað það er öflugt starfið hjá okkur á mörgum stöðum það er nú eitt af því sem við erum líka alltaf að gera betur en það er öflugt starf í mörgum flokkum og ánægilegt að sjá Haukana koma með þá flokka sem þeir voru með eins og þú sagði Suðurnesjaliðin, KR, félögin í Reykjavík mikið verið í svo síðustu árum frábært að sjá eins og FSU komast í úrslitaleikin í úlingaflokki Hrunamenn voru með ykkar fulltrúa þannig að bæði voru Hrunamenn og FSU þannig að það voru fulltrúa frá Suðurlandinu í höllinni helgina því að Hrunamenn eru í sameiginlegu liði með Ármann og þannig að þannig eru Tindastóll frá Sauðárkróki þeir voru í drengjaflokki þannig að við vorum með krakka og leikmenn hérðan af landinu að spila úrslitaleik í Laugardalshöllinni. En þetta er náttúrulega, það kannski skiptir ekki öllu máli hvaða lið það er að það virðist alltaf vera eins og í meistaraflokkum og fleira þar eru leikmenn þarna samankomnir í hvert einasta lið frá öllu landinu, ykkur staðar eiga ykkur í fulltrúa í hverju liði. Algjörlega, það er bara þannig þetta var bara mjög skemmtilegt og það er það sem er gaman og núna náttúrulega það má segja að Powerade bikarhelgin sé svona kannski upphafa næstu 2-3 mánuðina þegar úrslitakeppninnar hefjast í meistaraflokkunum, í yngri flokkunum og í öllu því sem er framundan hjá okkur að núna má segja að það sé bara úrslitaleikir eftir næstu 2-3 mánuðina og mikil körfuboltaveisla framundan hjá okkur og það sem er gaman að sjá eins og við vorum að tala um yngri flokkana og svo í neðri deildunum eins og fyrst deild karla og kvenna, annarri deild karla, mikil barátta framundan sæti í þá efri deildum og síðan höfð barátta framundan í dómaradeildinni í báðum deildum, þannig að það er mikið framundan og ekki bara, þetta er ekki alltaf bara baráttunum að komast upp eða baráttunum titla því það er líka baráttunum það fyrir að liðina berjast fyrir lífi sín í deildunum og halda sæti í deildunum sem þau vilja vera áfram. En svo er náttúrulega svolítið gaman talandi yngri flokka og okkar etnilegu körfuknatt fólk sem við eigum út allt land að það má segja að þið séu að ráðast í bara stærsta verkefni þegar kemur að landsliðum yngri flokka núna bara eftir leiktíðina. Já, það er alveg rétt. Það er klárlega stærsta landsliðsumarið okkar er framundan núna og mikið af verkefni þetta er stórt landsliðsár hjá okkur framundan og verður fullt af landsleikjum spilað hjá öllum okkar landsliðum. Við verðum með yngri landsliðin okkar U15, U16, U18 og U20, strákar og stelpur. Þau verður allt með verkefni í sumar og þegar æfingar hófust bara fyrir jólin og aftur æfingar næstu helgi hjá hluta af þessum liðum og helgina þar á eftir og svo er það og þetta hefst í rauninni með Norðurlandamóti sem að verður í mæ hjá 16-18 ára liðunum og síðan er það fara 16-18 ára liðin aftur í Evrópukeppni sem er í júlí og ágúst og síðan fara 15 móti okkur æfingamóti í Kaupmannahöfn
í júní og 20 liðin okkar verða í Norðurlandamótum í júní einnig. Og svo náttúrulega rúsinin í pylsuendanum landsliðin okkar, karlalandsliðið og kvennalandsliðið okkar og það náttúrulega spyrjum við með því að fara með smáþjóðleikana sem að verða núna 1. til 7. júní. Það eru rétt rúmlega 100 dagar, ég heldur sé 98 dagar í dag akkurat í smáþjóðleikana og það náttúrulega mikil hátíð sem við þar og það svona upphafið hjá okkur á landsliðsárinu hjá A-landsliðum bæði karla og kvenna því það mikið framöndan í sumar og næsta haust eins og þú og alþjóð veit. Og já, kannski fyrir með smáþjóðleikana aðeins að já, þið voru bara, það var verið að kynna það ekki bara lukkudýrið sem heitir Blossi? Jú, Blossi, hann er loksins búin að fá nafn lukkudýrið okkar og núna hann fekk nafni Blossi og það var einmitt ISI og þeir sem að smáþjóðleikunum koma voru einmitt að kynna þetta nafn á laugardaginn í bikarúrslandunum hjá okkur í meistaraflokki kvenna í hálfleik var nafni kynnt og svo skemmtilega vildi til að það búið að vera þannig að það er búið að vera nafnasamkeppni í grunnskólanum og bekkir í grunnskólanum að senda í nafnasamkeppnina og það var 5. bekkur í Njarðvíkurskóla sem að vann sem sagt þetta nafn valdi Blossa og var dregið út og það vildi mér svo skemmtilega til að skólastjóri Njarðvíkurskóla var nú akkurat staddur á leiknum því að dóttir hennar að spila með Grindavík þannig að þetta var allt vel skrifað handrit hjá okkur fyrir Blossa að fá nafni. Já, nákvæmlega. En svo náttúrulega með þessa smáþjóðleika að já, þú ert náttúrulega viðlónið því mikið að er orðið fyrir áhugasama, það náttúrulega ennþá í boðið það ekki fyrir fólk að vinna sem sjálfboðaliðar hérna? Jú, það hægt að skrá sig núna til 25. febrúar, ég held að þetta sé bara allir að síðustu dagar og við hvetjum alla að fara inn á síðu smáþjóðleikana og skrá sig því vegna þess að það skiptir óbúslega miklu máli fyrir okkur eins og við töluðum áðan að körfuboltahreyfingin og íþróttahreyfingin er uppbyggt af sjálfboðaliðunum og það eru þeir sem muni geta gert það veruleika við getum haldið hér öfluga smáþjóðleika og þetta er stærsta verkefni sem að íþróttahreyfingin hefur staðið frammi fyrir, það eru þessi smáþjóðleikar og það er skemmtilegt að segja frá því varðandi það að fyrir okkur að halda smáþjóðleika það er hlutfallslega meira mál heldur en fyrir Londonabúa þegar þeir héldu Ólympíuleikana síðast þannig að þetta er stórt og mikið verkefni sem að öll þjóðin á að koma sterk inn og taka þátt í og ég hveti eiginlega að fara inn á vefsíðuna iceland2015.is og það er hægt að skrá sig sem sjálfboðaliða og þetta verður bara gaman og skemmtilegt að taka þátt í þessu. Það talið að þurfi átt í 1200 sjálfboðaliða. Ég veit að það hefur skráningu við tekist vel en því fleiri, því betra, þannig að það er að gera. Það verður líka bara gaman fyrir okkur Íslendinga upp á bara orðið að ef að því fleiri, því betra náttúrulega og þá getur þetta mót bara orðið eins flott og hægt væri og kannski löndin sem mæta þarna þau bara valla trúa þessu hvað við erum öflug í að halda mót. Algjörlega. Og þetta er það sem eins og vorum að segja, þetta er ekki bara fyrir íþróttagreinar, það verður keppt í allir íþróttagreinum, þetta er ekki bara fyrir þær íþróttagreinar og ISI, heldur þetta fyrir land og þjóð að geta sýnt fram á það hversu öflug við erum og samtakamátturinn sem að við vitum klárlega til staður og það er þess að segja, ég hef ekki áhyggjur að ég veit alveg þetta verður, en bara hvetur sér flesta að fara og skrá sig þannig að þetta sé allt orðið klárt hjá okkur þegar við þurfum að huga frekar undirbúningi, en undirbúningu fyrir smáþjóðleikana hefur staðið yfir í nokkur ár og sérstaklega síðasta kannski svona síðustu 12 mánuðina síðasta árið hefur mikill kraftur verið í stöllum í kringum smáþjóðleikana og starfsfólki í ISI að gera veg og vanda smáþjóðleikana sem mesta til að við öll frá íþróttagreinunum getum komið að og komum svo leggjum okkar hjálparhönd á plógin og gera þetta veruleika og þess vegna vonum við eftir að sjá bara sem flesta bæði að vinna og að kíkja við á alla viðburðina sem að verða því þetta er náttúrulega tækifæri til að sjá körfubolta, blak, sund, frjálsaríþróttir, skotíþróttir, golf og svona geti haldið lengi áfram fimmleika og það er svo margt sem hægt er að sjá á þessu nokkrum dögum besta íþróttafólkið okkar koma saman og það er eitthvað sem að við hefum líka vera duglega að taka þátt í að það er að kíkja og fylgjast með öllu þessu afreksfólki okkar sem við eigum. Svona rétt í lokinu við förum aftur aðeins í yngri landsliðin að svona með við það að þið náið að halda úti þarna það er náttúrulega tæpast að vaði hjá okkur að ná að halda úti þessum landsliðum, yngri landsliðum eins og við höfum oft talað áður en
já, má ekki segja körfubolti, þetta er að verða svona, já, líka bara sumarsport. Jú, þetta við getum bara sagt að þetta heilsásport. Já, heilsásport, já. Við erum heilsásport, körfubolti klárlega komin á það stað að vera heilsásport og það óbúslega margt jákvætt að gerast og auðvitað var mikið svona gott og öflugur kraftur sem kemur með því að við séum að fara með alhansleik karla á Evrópukeppnina, fara á Eurobasket næsta haust. Jón Arnór Stefánsson valinn íþróttamaður ársins, Pétur Guðmundsson tekinn í heiðursvelli í því, í alhansleik karla valinn lið ársins og síðast ári. Allt þetta gefur okkur aukinn kraft og gefur okkur svona byrjandi báða vængja, nú ætlum við að halda áfram. Og það bjart framundan í íslensku körfubolti til næstu ára og við leggjum til hliðar kannski þessum að hvað við hefum verið að gera síðustu árum að það svo frábært starf búið að vera að gera. Nú bara að halda áfram að byggja það góða starf og að halda áfram að senda öflug landsliði keppni og þar ætlum við bara að halda því áfram og það mikil bjarsýni og kraftur í körfuboltahreyfingunni í dag og það er bara óbúslega skemmtilegt og gaman. Nákvæmlega. Hannes Sigurbjörn, taka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, ég hlakka mikið til að fylgjast með og það náttúrulega líka framvindan hjá okkur eins og þú segir, það úrslitakeppnin í körfubolta og það heldur betur veistla alveg sama hvert litið á. Algjörlega, bara eins og ég segi, hvet alla og ég bara hlakka til að heyra í þér á næstu vikum betur þegar við förum yfir úrslitakeppnin og það sem að gerast hjá okkur og bara bestu kveður og Selfoss frá okkur hér á Akranesi. Já, bestu þakkir sömuleiðis, tilbaka. Takk. Já, ef við förum stuttlega yfir þessa bikarkeppni sem fór fram helgina, þá var í 10. flokki kvenna, þar sigraði Keflavík Ármann Hrunamenn 71-46. Í stúlknaflokki mættust Haukar og Keflavík, lokatölur þar urðu 53-48. Svo var það í 10. flokki karla Haukar KR, þar sem KR-ingar höfðu betur 53-64. Og svo var það í meistaraflokki kvenna Grindavík Keflavík, þar sem Grindavík hafði betur 68-61. Stjarnan sigraði KR í meistaraflokki karla 85-83 og í drengjaflokki var það Haukar 92, Tindastóll 76 og í 9. flokki karla sigraði Haukar Stjörnuna 72-56 og í 9. flokki kvenna sigraði Grindavík Keflavík 57-50. Í 11. flokki karla var það KR 84, Grindavík Þór Þorlákshöfn 77 og úlingaflokki kvenna sigruðu Keflavík Hauka 57-87 og úlingaflokki karla það sigraði Njarðvík FSU 92-84 og meirum þetta sjálfsögðu inn á KKÍ og fleira til. En við ætlum að halda okkur aðeins áfram í körfuboltanum. Ég ætla að segja nú hvað er á næstunni. Það er náttúrulega fullt af leikjum framundan. Byrjum á dómursteild karla. Núna á fimmtudaginn þá er Tindastóll Grindavík, ÍR Snæfell, Njarðvík Haukar, KR Skallagrímur. Þessi leikir hefjast allir korter yfir 7. Svo á föstudaginn er Þór Þorlákshöfn Stjarnan og Keflavík Fjölnir. Þessi leikir korter yfir 7. Dómursteild kvenna, það eru leikir núna á miðvikudaginn. KR og Valur eigast við, Snæfell og Haukar, Keflavík Breiðablik og Grindavík Kamar. Þessi leikir hefjast allir korter yfir 7. Nú, dómursteild kvenna er nú spennandi. Snæfell er á toppnum með 38 stig, Keflavík öðru með 34, Grindavík í þriðja með 26, Valur í fjórða sæti með 24 og Haukarnir líka með 24 stig, Hamar í sjötta sæti með 10 stig, KR í sjöunda með 8 og Breiðablik í áttunda með 4 stig. Og í fyrstdeild karla það voru næstu leiki núna á fimmtudaginn. Það er FSU Breiðablik, Hamar Höttur. FSU Breiðablik er á fimmtudaginn afsakið korter við 7, svo á föstudaginn er það Hamar Höttur, Valur ÍA. Þessi leikir klukkan 7:30. Höttur er á toppnum með 30 stig, Hamar og FSU í öðru og þriðja sæti með 22 stig, ÍA í fjórða sæti með 20 stig, Valur í fimmta sæti með 18 stig og Breiðablik í sjötta með 12 stig, KFÍ í sjöunda með 8 stig og Þór Akureyri með 2 stig. Svo er það í fyrstdeild kvenna, þar er deildin á fullum gangi. Næsti leikur er á morgun. Njarðvík Fjölnir klukkan korter yfir 7. En Njarðvík er á toppnum með Fjölnir í fjórða sæti. Og svo er það náttúrulega leikir framöndan í annar deild karla. Það eru leikir núna á föstudaginn. Patrekur Leiknir Reykjavík klukkan 4:30. Reyni Sandgerði Stálúlfur klukkan 7 afsakið á föstudaginn. Og Leiknir Reykjavík IG á laugardaginn klukkan 12. Og svo er það Kormorgur Hrunamenn klukkan 1 á laugardaginn. Augnablik og Hekla eigast við klukkan 2. Og svo er það Álftanes Ármann klukkan 4:30.
Nú það í bili, við ætlum að fara núna yfir í handboltan en framundan er Coca-Cola byggarinn, undanúrslitin hefjast núna á fimmtudaginn og það er hörku veisla í handboltanum núna næstu helgi. Róbert Geir Gíslason hjá Handknattleikssambandi Íslands verður núna á línunni. Hann er mótorstjóri og það nóg að snúast hjá þeim þessa dagana. Fara ekki langt, við förum aftur í körfuboltan svo einhver tíma seinna í kvöld þar sem við ætlum að heyri bikarmeistaranum Marvin Valdimarsinni, leikmann Stjörnunar. Fara ekki langt. Yes, that was that cat, all right. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.